Hér sjálfsmat fyrir verkefni frá sjónarhorni nemanda. Númeruðu skrefin endurspegla hvernig kennarinn setti verkefnið upp og hvað nemandinn á að gera. Eftir að nemandi hefur kynnt sér leiðbeiningakennarann skilar hann inn verkefninu. Því næst metur nemandinn verkefni sitt út frá viðmiðun sem kennarinn setti upp. Verkefni nemandans kemur fram í stóra glugganum og hægra megin svæði fyrir sjálfsmatið. Í þessu tilfelli á nemandinn að meta 3 atriði á skalanum 0 til 5 og skrifa athugasemd hvert þeirra. Nemandinn getur skrifað fleiri athugasemdir ef hann vill og valið að skrifa athugasemd tiltekinn texta bút í verkefninu. Sú athugasemd kemur þá fram undir litlu tákni til hliðar við textan. Það líka hægt að nota hljóðupptöku eða skila viðhengi. Nemandinn getur smellt á finnis leitir og klárað sjálfsmatið síðar, en þegar hann hefur lokið við öll atriðin, þá breytist hnappurinn í done. Í skrefi 4 á nemandinn að lesa yfir sjálfsmatið sitt og getur þá breytt ef þörf krefur. Ef kennarinn sett upp einkunnagjöf í verkefninu, koma þær fram í neðsta svæðinu eftir að kennari hefur birt þær. Kennarinn getur fylgst með hvernig verkefninu vindur fram, bæði í yfirlitinu hér efst á verkefnissíðunni og í hverjum hluta fyrir sig. Hér getur kennari skoðað hvernig einkunnir koma út og lagfært ef breytinga þörf. En hér lýkur kynningunni á sjálfsmati fyrir verkefni með Feedback Fruits í Canvas. Takk fyrir.